Þessi þáttur áskriftaþáttur. Áskrifendur fá auka þátt í fullri lengd í hverju mánuði. Kíktu á sölvitryggva.is til að gerast áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Byrjum bara þar. Þú varst að spyrja maður þessi viðtöl að þú ert búin að koma áður. Já. Gaman að fá það aftur í heimsókn. Erum við byrjaðir núna? Já, Okay. við byrjaðir. Og þá, þú varst að spyrja hvort ég snirti viðtölinn til. Já, snirtur viðtölinn til, klippur þau til? Nei, nánast aldrei. Nei, ok. Og ég held að það sé svona, það er svo skemmtilegt við. Já. Man þarf að koma til mig síðast að þá spurður mig svolítið lengdina og allt þetta. Já. Og það er svona, þetta er svo alveg nýtt format af fjölmiðlun. Þetta er alveg nýtt, sko. Það fær að flæða. Já, ég vissi ekkert hvað það var þegar ég kom til þín síðast. Nei, það nokkuð. Nei. En er ekki bara gaman að fá tjási í svona aðeins lengra máli og... Það er rosalega gaman, sko. Ég hef aldrei verið feimin við það, sko. Þannig ég er mjög sáttur við það. Síðan að þú komst inn að síðast, er búin að koma út bók? Já, ég kom út bók núna fyrir jólin og sem heitir Sturlunga geðlæknisins sem fjallar svona skoðanir mínar á Sturlungu og geðsjúkdómum í Sturlungu og atferli manna í Sturlungu og hvernig menn haga sér í Sturlungu og þvíli. Þetta er svona daldið í svipuðum anda og hinar bækundar mínar Íslendingasögur. Það eru 2 sem ég skrifaði Íslendingasögur og þetta er svona að fara inn í þessar sögur og geðgreina og svona reyna að skoða atferli manna og svona hvað liggur að baki, af hverju haga menn sér svona, sko. Hvað er hægt að komast nála því að geðgreina fólk ef maður hefur eingöngu sagnir á bakvið sig? Það er náttúrulega, þetta kemst bara eitt nálægt því. Þetta er náttúrulega leikur. Þetta er náttúrulega bara, það verið að leika sér með sögurnar og mér finnst náttúrulega það er alveg nauðsynlegt ef að þessar sögur eiga að halda velli og halda lífi og vera hluti af menningunni að fólk haldi þá áfram að leika sér með þar. Það kom alltaf nýjir menn sem fari að velta þessu fyrir sér og skoða sögurnar út frá einhverju nýju sjónarhorni. Mér skipta rosalega miklu máli að sögurnar, Íslendingasögur og Sturlungu dægi ekki uppi bara í Árnagarði, sko. Það er enginn sem les þar nema vísindasamfélagið í Árnagarði og allir aðrir bara segja þeir eru minnst á Íslendingasögur. Er þetta ekki líka dálítið mikilvægt út frá því bara að þeim að vera að velta fyrir sér, við erum svo oft með þessar hugmyndir geðsjúkdóma í nútímanum til dæmis, að það er svona eitthvað sem er alveg nýtt, en síðan er það kannski ekkert nýtt, það var bara gallað eitthvað annað og það birtist öðruvísu og kom öðruvísu fram. Já, það var gallað eitthvað annað og það er það sem er alltaf eiginlega, sko, mórallinn í þessum bókum mínum er sem sé að maðurinn breytist ekki neitt, að við erum alltaf að fást við sama mann, sömu hvatir, sömu langanir, sömu þrár, sömu tilfinningar. Við erum ekki að fást við fólk sem er heimskara en við. Maðurinn hefur ekkert farið fram þannig, hann er eitt gáfaður í dag heldur en hann var fyrir 1000 árum og hann er alveg eins, hann er jafn miskunnarlaus, hégómlegur, afbrýðisamur og svona með lélega sjálfsmynd. Þetta er allt saman það sama, þannig að maður fer tilbaka og þá finnum maður einhvern einstakling eins og Sturlu Sighvatsson sem er nú skærasta stjarnan í Sturlungu og það er alveg að sjá þennan mann eiginlega á öllum tímum. Við getum alveg tekið hann og þú getur tekið hann hitt í viðtal í dag og ég myndi alveg geta sagt þér hvernig hann myndi vera. Sko. Hvernig myndi hann vera? Já, hann myndi vera svona dálítið óöruggur en mjög svona sjálfmiðaður og svona hans sjálfsmynd er svona dálítið óljós en hann ber sig rosalega vel, hann óskaplega fallegur, sko, stúlkurnar hérna frammi, þær myndi alveg falla í stafi þegar hann gengur inn, hann er svo fagur og glæsilegur og þvílíkt en samt er hann svona óöruggur innst inni og hann veit ekki alveg, sko, hann átti í miklum erfiðleikum, sko, með sína sjálfsmynd á þessum tíma og í dag ætti hann í enn meiri erfiðleikum með sína sjálfsmynd. Hann væri í fjölmiðlabransanum eða hann væri að selja bíla og allt mögulegt, sko, hann væri allstaðar. Er fólk sem er í vandræði með sjálfsmyndinu sín í að selja bíla í fjölmiðlum? Já, það er svona bara að segja, já, eða í læknisfræði eða hvað sem er, sko, það er bara svona að taka eitthvað dæmi, sko. En hvernig hvaðan kemur þessi áhugi hjá þér að vera að stúdera? Já, áhugin er bara, sko, ég er náttúrulega verið svona Íslendingasagna nörd eiginlega frá því ég var barn og
hef alltaf haft mikið áhuga á Íslendingasögum og ég var sko það var þannig sko þegar ég var að alast upp að þá var fyrirbæri sem hétu síkjaldasögur og það voru þannig að þá var svona lítil hefti og með myndasögur svona með myndum og þetta voru hefti og það var þarna sko og þetta var Macbeth og Hamlet og Trójustríðin og því allt í síkjaldasögum sem þýddi það sko að þegar maður las kannski sko Macbeth í síkjaldasögum maður var klukkutíma að því og þá var maður orðinn expert sko í Shakespeare og þá bara gæti maður talað eins og maður væri búin að sko horfa á þetta 5 sinnum á sviði og lesa öll bindin já, lesa öll bindina, því að þú bara last þetta hefti það var svona og ég lærði þetta alltaf inn á þetta sko, ég las Macbeth og Hamlet þarna og allt mögulegt og Trójustríðin og því líkt og maður varð svona alltaf svona besservisser sko, vissi svona pínulítið ansi margt og gæti slegið sig með því, sko, sagt ég eins og þeir segja eins og Hamlet sagði nú og svo hafði maður aldrei lesið Hamlet í, sko, annars staðar enn í síkjaldasögum og þá uppgötvaði ég allt í einu, sko, dúkkuð upp einhverja bækur sem hétu Kappar sem voru í 2 svona litlum heftum og þar voru nokkrar Íslendingasögur fyrir börn sem voru endursagðar fyrir börn já. Og þetta var Grettissaga og Laxdæla, Gunnlaugssaga og Ormstunga og fleira og ég lærði þetta utan að vera að minna þessar 2 litlu bækur og þar með var ég orðin sko expertin í Íslendingasögum bara maðurinn sem kunni Íslendingasögur það var þetta að fletta upp í orðum Íslendingasögum af því hann kunni bara þessar litlu 2 bækur og svo var þetta sko náttúrulega leiðin þá inn í hina raunverulega Íslendingasögur þetta var leiðin og allt í einu fór ég og hafði mikið áhuga á þessu og svona en svo þegar ég skrifaði fyrstu bókina mína sem var í kringum 1990 þá var kynlíf, hérna íslenska kynlífsbókin og þá fór ég mikið inn í Íslendingasögunar til þess að finna svona dæmi og notaði það í þessari íslensku kynlífsbók og bjóð til alls konar dæmi sko. Íslenska kynlífsbókin alveg rétt Já. Hvernig það? Því að ég sagði við þarna fyrir viðtali, ég var með Sigmund Erni hérna í viðtali og hann lýsti því svo skemmtilega þegar hann var að tala þegar hann var að alast upp sem strákur og Akureyri þá fóru feðurnir út að morgni dags vel klæddir með hatt og þeir voru frábærar fyrirvinnur og góðir fjölskyldufeður mæðurnar voru fullkomnar mæður, frábærar í eldhúsinu og svona var þetta bara þannig að það var engin samkynhneigður, það var engin geðsjúkur, það var engin og einmitt kynlíf líka eitthvað svona sem að það var svolítið eins og svona það var bara öllu sópað og í skúfu Þetta nú aðra Akureyri held ég Þetta var nú ekki svona slæmt í Reykjavík sko. Þetta nú bara þeir tölur náttúrulega dönsku á sunnudögum sko, á Akureyri þannig að þetta náttúrulega aldrei Akureyri sko bara eins og henni lýst sko. Já, hún var verið Já, ég held það en auðvitað sko, en það er sem ég segi sko, að maðurinn breytist ekki neitt sko, alveg sama hvort þú ert með einhverja svona sviðsmynd þar sem að allt virðir svona slett og fellt á yfirborðinu að undir niðri þá þú ferða eins undir yfirborða þá finnur það alltaf þessar tilfinningar alla þessa, eins og ég var að lýsa á þennan Íslendingasögum alltaf þessa afbrýðisemi og lélega sjálfsmat En gætum við ekki það náttúrulega kannski þar sem þú ert að vinna við og hefur unnið þessum gælanir að við gætum sagt mannskefnan kannski eins í grunninn en þegar að við erum komið með þetta upp á yfirborðu og við byrjum að tjá okkur þetta þá erum við kannski á einhvern nátt að breytast og þú eru auðveldra að eiga við þetta Já, svona, það kannski auðveldar að finna öll þessi vandamál, en hvort það mikið auðveldar að eiga við það veit ég ekki, en sko, það sem er alltaf gerst á síðust árum er að fólk orðið svo meðvitað öll möguleg vandamál, þannig að það mikið, sko, þetta mikið svona vandamála miðaðra samfélag. Akkurat. Og fólk að finna alls konar vandamál, áföll sem var fyrir í æsku og allt mögulegt sem að fólk sko, sem var ekki talað hér einu sinni. En þetta ekki dálítið eðlilegu pendúll að við komum kannski frá samfélagi svona að maður bara dálítið að íkja, þú veist, það sem bara, það sjómenn og þetta bara erfitt, þetta lífsbarátta og við erum bara að lifa af og það þú veist, það ekkert rými fyrir að vera að ræðum einhverjar tilfinningar mikið og sérstaklega ekki á kallmönnum. Og þá þarf þetta kannski að fara svolítið í ígjur í hina áttina áður en þetta næri einhverju miðju. Það að segja, við erum kannski tímabili núna þar sem við erum ekstra mikið að flaggöllu. Ég held að það sé alveg rétt. Það sé svona, það er náttúrulega þetta orðið mjög svona vandamála miðað samfélag. Er það ekki? Jú, það orðið mjög vandamála miðað. Hvernig lýsir það sér? Ég bara, það allir að greina sjálfan sig með
eitthvað, menn eru að greina sig með kvíðaröskun og áföll í æsku og þvíli, þannig að það svona mikið meira heldur en var hér áður fyrir þegar ég var að byrja í geðlækningum, þá var svona, menn lifðu meira þá þannig að þetta náttúrulega gengið alltaf í bylgjum að aldamóti 1900 erum við náttúrulega först í ákveðnu freudisma sem fer tilbaka og veltir fyrir sér æskunni, síðan eiginlega verður freudisminn aldrei svo bara eitthvað dónalegt hugtak, það má ekki minnast á hann og þá kemur allt þetta þessi núvitund að við fyrst og fremst að lifa í núinu og deginum í dag og svo erum við núna farin aftur í þetta að velta fyrir okkur æskunni, áföllum í æsku og þínu, þannig að þetta eins og segir áðan, þetta gengur allt í svona, þetta er alltaf pendúll sem að sveiflast.